Ég set fund í bæjarstjórn, þetta er fundur númer 3562 og fyrir okkur liggur dagskrá í 6 liðum en áður við göngum til dagskrá þá langaði mig til þess að bjóða það velkomin hér Finn Aðalbjörnsson sem setur sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Og það var fyrsta mál á dagskrá, það er ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2024 til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2024 var lagður fram og kynntur af endurskoðendum bæjarins í bæjarráði 10. apríl síðastliðinn og vísa þaðan til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ég mun hér og eftir fara yfir helstu stærðir ársreikningsins en hann er líkt og framkemur í skýrslu og áritun bæjarráðs og bæjarstjórnar gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga sem á auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga. Að sjálfsögðu hægt að tína til ýmsar aðrar stærðir í slíkri upptalningu en ég vona hins vegar að þessi samantekt gefi nokkuð glögga mynd af fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins. Ársreikningurinn er settur fram samkvæmt reikningsskilum sveitarfélaga. Starfsemi bæjarins er skipt upp í 2 hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta telst starfsemi sem fjármögnuð er með skatttekjum, tekjum frá jöfnunarsjóði og þjónustutekjum. Er að ræða aðalsjóð, fasteignir Akureyrarbæjar, framkvæmdamiðstöð og eignasjóð Gatna. Til B-hluta sveitarfélagsins teljast fjárhagslega sjálfstæð fyrirtæki sem að hálfu eða meiri hluta eru í eigu sveitarfélagsins, en rekstur þeirra er að stofni til fjármagnaður með þjónustutekjum. Fyrirtækin eru félagslegar íbúðir, strætisvagnar Akureyrarbæjar, Bifreiðastæðasjóður Akureyrarbæjar, Hlíðarfjall, Hafnasamlag Norðurlands, Norðurorka HF, Byggingasjóður Náttúrufræðistofnunar og Gjafasjóður Öldrunarheimila Akureyrarbæjar. Almennt má segja að rekstur samstæðu Akureyrarbæjar hafi verið nokkur góður á síðasta ári og rekstrarniðurstaða ársins talsvert betri en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Margt spilar inn í, sérstaklega þó hagfelldar ytri aðstæður, en ekki síður hafa stjórnendur haldið vel á spöðunum. Útgjöldin eru nánast á pari við áætlun. Eins og niðurstöður ársreikningsins bera með sér var árið 2024 betra en áætlanir gerðu ráð fyrir. Reksturinn skilaði jákvæðri niðurstöðu 2.218 milljónir króna sem er tæplega 1.800 milljónum króna betri niðurstaða en áætlun gerði ráð fyrir og árið áður. Rekstrartekjur A- og B-hluta voru samtals tæplega 38 milljarðar króna á árinu 2024. Og skiptast þannig að skatttekjur, útsvarstekjur og fasteignaskattur námu rúmlega 18,7 milljörðum, framlög jöfnunarsjóðs sveitarfélaga námu 6,2 milljarði og þjónustutekjur voru tæplega 13,1 milljarður króna. Tekjurnar eru ríflega 1,6 milljörðum króna hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og ríflega 3,5 milljörðum hærri en árið áður. Rekstrargjöld samstæðunar fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld námu samtals tæpum 31,8 milljörðum króna. Heildar launagreiðslur með launatengdum gjöldum en án hækkunar lífeyrisskuldbindinga hjá samstæðinni voru 19.710 milljónir króna og er það í samræmi við áætlun ársins. Fjöldi stöðugilda var að meðaltali 1530 sem er fjölgun 46 stöðugildi frá árinu áður. Er það helst í fræðslu og velferðarmálum en á árinu 2024 var tekið í notkun fjölskylduheimili sem er nýtt úrræði félagsþjónustu við börn í samstarfi við ríkið. Nú þjónusta við fötluð börn var aukin til muna og þjónustukjörnum fjölgaði 1. Aukið var við stöðugildi bæði leik- og grunnskólum og er það meðal annars vegna fjölgunar leikskóladeilda og aukin stuðnings við nemendur. Í B-hluta er fjölgun stöðugilda fyrst og fremst hjá Norðurorku. Gjaldfærð lífeyrisskuldbinding samstæðunar var töluvert lægri en áætlun gerði ráð fyrir eða 356 milljónir króna í stað 800 milljóna í áætlun og skýrist það vegna töluvert betri ávöxtunar hjá lífeyrissjóði starfsmanna Akureyrarbæjar og ekki síður hóflegri hækkun vísitölu lífeyrisskuldbindinga. Laun og launatengd gjöld ásamt lífeyrisskuldbindingu samstæðunar í hlutfalli við rekstrartekjur voru 52,9%. Annar rekstrarkostnaður nam 11,7 milljörðum króna
sem 30,8% af rekstrartekjum. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir, fjármunatekjur og fjármunagjöld því jákvæð 6,2 milljarða króna. Afskriftir námu 2,2 milljörðum króna og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur 1,7 milljarði og það tæplega 760 milljónum króna minna en áætlun gerði ráð fyrir og orsakast það meðal annars af minni verðbólgu en áætlað var. Skatttekjur og framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga voru 1238.000 krónur á hvern íbúa en tekjur voru samtals 1891.000 krónur á hvern íbúa. Árið 2023 voru skatttekjurnar 1138.000 krónur á hvern íbúa og heildartekjurnar 1737.000 krónur á hvern íbúa. Rekstur sveitarsjóðs og A-hluta bæjarins betri en áætlun gerði ráð fyrir eða eins og áður sagði 833 milljónir í staði neikvæðrar afkomu upp á 631 milljón króna. Skýringan að mestu leyti betri rekstur, hærri tekjur og lægri lífeyrisskuldbindingar. Þá erum við komin að aðalsjóðnum. Það gleðilegt að rekstur aðalsjóðs sé jákvæður. Það hefur ekki gerst síðan árið 2013 en þá var fráveitan seld til Norðurorku. Okkur því að takast að koma rekstrinum í jafnvægi en stöðug vinna hefur verið síðastliðin 7 ár við að koma rekstrinum í lag. Samhent vinna bæjarfulltrúa og starfsmanna skila þessari góðu afkomu aðalsjóðs. Í þessu samhengi einnig áhugavert að skoða yfirlit yfir rekstur málaflokka sem heyra undir aðalsjóð. 3 útgjaldafrekustu málaflokkarnir samanstanda af fræðslumálum, velferðarmálum og æskulýðs- og íþróttamálum. Samtals þetta 80,6% af skatttekjum sem varið í grunnþjónustu sveitarfélagsins og í þjónustu við íbúa. Vægi þessara málaflokka aukast 0,2% af skatttekjum milli ára. Fjárheimildir fyrir einstaka málaflokka samþykktar af bæjarráði og það verkefni ráðinna stjórnenda bæjarins að sjá til þess að útgjöld séu innan þess ramma sem þar markaður. Ef yfirlit yfir málaflokka á blaðsíðu 13 í ársreikningi skoðað, kemur í ljós að langflestir málaflokkar eru reknir í kringum samþykktar fjárheimildir og í þeim tilvikum þar sem var yfirleitt frekar lítið frávik að ræða. Þessar tölur eru þannig til marks að almennt hafi stjórnendum bæjarins gengið vel að halda sig innan þess útgjaldaramma sem ákveðin var og markaður í bæjarráði. Full ástæða því til að þakka stjórnendum og starfsmönnum bæjarins fyrir þetta og þeirra þátt í jákvæðum niðurstöðutölum ársreikningsins. Það hins vegar eilífðarverkefni að vera vakandi yfir rekstrinum og leita allra leiða til að fara vel með skattfé íbúana og ráðstafa því sem best. Ef við förum yfir efnahags sveitarfélagsins, þá eru litlar breytingar á efnahagsreikningi frá fyrra ári. Eignir bæjarins nú 72 milljarðar króna og hækka þær tæplega 5,3 milljarða milli ára. Þegar horft til skulda samstæðunar, þá greinast þær þannig að langtímaskuldir samstæðunar nema rúmlega 28,5 milljörðum króna en skammtímaskuldir tæplega 6,8 milljörðum. Við þetta bætist síðan skuldbindingar þar sem lífeyrisskuldbindingar eru upp á 6,1 milljarð. Samtals eru skuldir og skuldbindingar samstæðunar því 41,8 milljarðar króna og hafa hækkað 1,8 milljarða á árinu. Eigið fé samstæðunar 30,5 milljarðar og hækkað 3,5 milljarða á árinu. Ef eingöngu horft til A-hlutans, þá aukast eignir hans 3,8 milljarða króna að verðmæti og fara úr 45,3 milljörðum í 48,8 milljarða. Skuldir og skuldbindingar A-hluta nema alls rúmlega 29,9 milljörðum króna og eigið fé því 18,9 milljarðar. Eiginfjár hlutfall A-hlutans 39% og samstæðunar í heild 42% og það lagast örlítið frá fyrra ári. Langtímaskuldir samstæðunar skiptast þannig að 4% þeirra eru í erlendri mynt en 96% í íslenskum krónum. En erlendir hluti skuldana liggur eingöngu hjá Norðurorku og Fallorku.
Ég vil meina að fjárhagur Akureyrarbæjar sé mjög traustur og nam skuldaviðmið samstæðunnar í árslok 75% en samkvæmt reglum eftirlitsnefndar með fjármálum sveitarfélaga má það vera mest 150%. Hlutfallið lækkar aðeins frá fyrra ári en það var 80% þá. Skuldaviðmið A-hluta var 54% í árslok en var 56% árið 2023. Og eins og ég sagði áðan þá má skuldaviðmiðið mest vera 150% og Akureyrarbær langt undir því og það verður því ekki annað sagt en að fjárhagurinn sé mjög heilbrigður. Og ef við vindum okkur yfir í sjóðstreymisyfirlitið, en þar að finna mikilvægustu kennitöluna í rekstri sveitarfélaga, þar veltufé frá rekstri og það sjáið að á myndinni þá það gráa línan. Sú tala gefur best til kynna getu sveitarfélagsins til að framkvæma og greiða af langtímalánu eftir daglegan rekstur. Veltufé frá rekstri hjá samstæðinni nam rúmum 5,7 milljörðum króna. Áætlun hafði gert ráð fyrir tæplega 5 milljörðum í veltufé frá rekstri en veltuféð hefur farið jafnt og þétt hækkandi frá árinu 2020. Veltufé frá rekstri árið 2024 í hlutfalli við tekjur var 15,13% í samstæðinni og 9,54% í A-hluta. Árið áður voru hlutföllin 15,35% í samstæðinni og 9,75% í A-hluta. Þetta eru vel ásættanleg hlutföll. Fjárfestingarhreyfingar samstæðunnar námu samtals 5 milljörðum króna á síðasta ári. Fjárfest var í varanlegum rekstrarfjármunum fyrir tæpa 5,8 milljarða króna sem var tæplega 600 milljónum króna minna en áætlað hafði verið. Mest var fjárfest í æskulis- og íþróttamálum eða fyrir 753 milljónir, fræðslumálum 623 milljónir og hjá Norðurorku 2,1 milljarða. Rétt að nefna að hluti af fjárfestingunni í leiguskuldbindingu vegna skrifstofu Glerárgötu en gerður var nýr leigusamningur vegna húsnæðisins til 15 ára sem telst fjárfesting og viðbót við þá tölu sem undan var rakin eða 765 milljónir. Þið getið séð frekari sundurliðun í skýringu 7 í ársreikningnum. Fjármögnunarhreyfingar samstæðunnar voru neikvæðar samtals 160 milljónir króna. Þar voru greiddar afborganir af lánum 1576 milljónir króna og ný lántaka var fyrir 800 milljónir króna hjá Norðurorku. Ekki voru tekin lán hjá A-hluta frekar en síðustu 3 ár. Handbært fé samstæðu sveitarfélagsins hækkaði 385 milljónir króna á árinu og var tæpir 3 milljarðar króna í árslok. Veltufjárhlutfall samstæðunnar var 1,1 í árslok og innan A-hlutans var það 1,19 í árslok og það mjög ásættanlegt í báðum tilvikum. Eins og hér hefur komið fram, þá gekk rekstur Akureyrarbæjar vel á árinu 2024. Rekstrarniðurstaðan talsvert betri en áætlað var enda aðhaldsgætt í hvívetna. Segja má, eins og ég sagði áðan, að aðgerðir síðustu 7 ára séu að skila sér í góðum rekstri. Auðvitað voru ytri þættir hagfelldir, en eins og fram hefur komið eru flestir málaflokkar sveitarfélagsins á pari við áætlun. Þrátt fyrir betri niðurstöðu en áætlað var, ljóst að hefðbundin rekstur sveitarfélagsins mjög viðkvæmur fyrir öllum hækkunum útgjalda og lítið má út af bregða, svo ekki verði halli á rekstrinum. Það verður því áfram verkefni bæjarstjórnar að vinna að því að treysta rekstur bæjarins til framtíðar, vinna að því að auka tekjur og gæta ítrasta aðhalds í útgjöldum. Litlar breytingar á ytri aðstæðum geta breytt miklu í rekstrinum. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil í lokin þakka stjórnendum og starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir gott samstarf á árinu 2024. Ég vil sérstaklega þakka sviðsstjóra fjársýslusviðs Dan Brynjarsinni og hans fólki, en ekki síður Kristínu Baldvinsdóttur og Kristínu Hreiðarsdóttur fyrir traust og gott samstarf. Með sama hætti vil ég þakka endurskoðendum bæjarins,
Þorsteini Þorsteinsinni og Lilju Karlsdóttur hjá KPMG fyrir þeirra vinnu við frágang reikningsins og mjög gott samstarf á liðinu ári. En þau eru nýir endurskoðendur sveitarfélagsins. Síðast en ekki síst vil ég svo þakka ykkur bæjarfulltrúar fyrir gott og ánægilegt samstarf það sem af kjörtímabilinu sem nú styttist í annan enda. Ég vil segja að það eru forréttindi að starfa með svo góðum bæjarfulltrúum eins og þið eruð öll. Þið öll sem eitt leggið ykkur mikið fram við að vinna fyrir samfélagið ykkar. Það ekki ástæðulausu að hér lagður fram ársreikningur til samþykktar sem svo góður sem raun ber vitni. Þið eigið heldur betur risastóran hlut í því öll sem eitt og takk fyrir ykkar mikilvæga framlag. Að lokum legg ég til að ársreikningnum verði vísað til bæjarráðs og síðari umræðu í bæjarstjórn og að loknum umræðum hér á fundinu. Það hefur bæjarstjórinn lokið máli sínu, orðið laust. Næst tekur máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, forseti bæjarstjórnar og ágættu bæjarfulltrúar og þakka fyrir einstaklega góða yfirferð hjá bæjarstjóra og vil annars byrja á því að viðurkenna staðurinn sem ekki hægt að neita. Akureyrarbær þegar horft á niðurstöðu þessa nýja ársreiknings í tiltölulega góðri fjárhagslegri stöðu og það ekkert leiðinlegt að viðurkenna þannig staðrind. Rúmlega 2 milljarða króna rekstrarafgangur kærkomin tala og svo staðrind að við fórum fram úr áætluðum tekjumarkmiðum okkar meðal annars, eins og bæjarstjóri kom inn á, vitnisburður mikla vinnu og mikla þolinmæði margra hér innan okkar stjórnsýslu. En svo það eins og skyldu okkar sem ábyrgra fulltrúa að horfa lengra en kannski svona þessar fyrirsagnir og svona reyna að skoða smáatriðin og þótt að við fögnum þessum afgangi þá verðum við líka að spyrja okkur hvernig náðum við árangri núna á kostnað hvers, hvernig ætlum við að ná árangri áfram og verður það sjálfbært. Og ég ætla aðeins að létta af mér og minna mig og kannski ykkur líka á það hvað okkar starf gengur út á og þá ætla ég að taka þessa þrenningu, það eru álögur, tekjur og þjónusta sem þá kjarninn í einhvers slags sáttmála milli íbúa, milli fyrirtækja og milli sveitafélagsins og við sem erum hér, við erum svo sem bara í hlutverki sáttasemjarans sem á að sætta ólík sjónarmið. Og út frá þessu vil ég segja, það missir á endanum marks að setja fram niðurskurðarkröfu og skila síðan niðurstöðu sem framar öllum vonum. Það missir líka marks á endanum að tala að ekki sé hægt að lækka hækkandi álögur á íbúa ef annað kemur í ljós. Þetta bara áminning, eitthvað fyrir okkur að hafa í huga. Við þurfum að fara varlega í þessum efnum því það líka hluti af varfærnum áætlunum og styrkri fjármálastjórn að gera það og huga þessu jafnvægi. Næst eru það skuldirnar og þær vil ég segja, það eru þetta ánægilegt að sjá að við höfum náð tökum þar, góðum tökum, en jafnvel þótt að tekjur hafi farið fram úr væntingum, þá hef ég alveg svolítið áhyggjur af langtíma skuldum, svona þegar maður reynir að horfa fram á veginn, því að þó að við fögnum afgang í dag, þá erum við enn að bera umtalsverða skuldabyrði, auðvitað ekkert nálagt þeim mörkum sem okkur sett eins og bæjarstjóri kom inn á, en enga síður. Við þurfum nú sem fyrr að hafa skýra áætlun ábyrga skuldaminnkun og ekki bara treysta á hagstæð efnahagsleg skilyrði til að viðhalda núverandi stöðu okkar. Og þetta höfum við verið að gera, en ég bara að segja að við þurfum að halda því áfram. Og þetta voru þá skuldirnar. Og í þriðja lagi þá vil ég fjalla rétt eða impra á málefnum fjárfestinga. Auðvitað þegar að maður sér afgang þá fer maður að hugsa fjárfestingar. En þótt við séum að sjá afgang þá verðum við auðvitað að sjálfsögða að fjárfesta áfram með skynsumum hætti í framtíð Akureyrarbæjar. Við eigum auðvitað eftir sem áður að forgangsraða verkefnum sem munu sannarlega gagnast öllum íbúum
og einbeitt okkur að fjárfestingum sem styrkja samfélagið, styðja við staðbundin fyrirtæki og bæta lífsgæði allra. Og þá ég búin að létta af mér. En að þessu öllu sögðu þá niðurstaðan að sjálfsögðu mjög jákvæð. Hún jákvæð fyrir rekstur bæjarfélagsins. Og það nauðsynlegt að minna sig á að góð rekstra niðurstaða langt frá því að vera sjálfsögð. Við sáum það nú í yfirferð bæjarstjóra, það þarf ekkert að horfa langt farin veg til að finna þyngri ár. Og kannski ekki tilefni til bjartsýni heldur, maður veit það ekki þegar við horfum fram á veginn. Það eru blikur á lofti, eins og við öll vitum, og óvissan orðin einkennandi fyrir alþjóðasamfélagið. En ég nú samt bjartsýnn. Og ég bjartsýnn á getu þessa bæjar til þess að vaksa og halda áfram að veita framúrskarandi þjónustu til okkar bæjarbúa. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson lokið máli sínu orðið laust. Næst bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gaman að vera með ykkur hérna í dag og ég held að sé sannarlega tilefni til þess að fagna. Þetta eins og bæjarstjóri fór yfir hérna áðan, þá þetta gríðarlega mikilvægur áfangi sem að sveitarfélagið í heild sinni að ná í þessum ársreikningi. Og við vorum einmitt fyrir 7 árum, byrjaði í bæjarstjórn og ég man að þegar ég var í kosningabaráttu þá ég rosalega mikið að pæli hvað var hægt að gera meira. Og það var eiginlega það eina sem að hugurinn gintist, það var meira svona. Svo fór ég inn í bæjarstjórn og fattaði að ég þyrfti eiginlega að fara að pæla rosa mikið í hvað ætlar ekki að gera og hvernig ætlar að láta þetta fungera þannig að enda ná saman, því að ég held að flest okkar vitum þegar maður þarf ekki að pæla lengi til þess að átta sig á því að vel rekið samfélag, fjárhagslega vel rekið samfélag skiptir sköpum til þess að skapa heilbrigt og gott samfélag. Hvort sem það varðar traustan fjárhag, lántökur og svo framvegis, þó að sé ekkit alltaf hægt að segja að þetta sé nákvæmlega eins og að reka fyrirtæki, því að þetta auðvitað samfélag og samfélag hverfur ekki, jafnvel þó það innan gæsalappa færa á hausinn sem það gæti ekki gert, en það getur dregið verulega úr gæðum samfélags þegar að fjárhagurinn slæmur fyrir það hvað það ótrúlega svekkjandi að eyða allt of miklum peningum í til dæmis afborganir af lánum og vexti. En ég var að ganni mínu fyrir þennan fund að horfa aðeins aftur tilbaka, talandi það sem mér fannst bæjarstjóri okkar fara ákaflega vel yfir, sko hvernig næst slíkur árangur, og mér fannst hún fara bara vel yfir það, hvað það eru margir þættir sem að koma það saman, bæði ytri þættir, svona ákveðin pólitískur stöðuleiki í því samhengi að fólk sé svona þokkalega sammála minnstakosti hvernig við viljum sjá heildarreksturinn þróast, og þar held ég við séum ekki mjög ósammála þó að við getum síðan tekist á það hvort það sé þetta eða þetta mál og hvernig við hyggjumst að horfa á til dæmis fjárfestingar og hvort að fjárfesta í hlutum sem dragur rekstrakostnaði eða taka meiri áhættu og búa til veðja svolítið á að samfélagið stækki með því að búa til hluti og aðstæður sem að gerir samfélagið eftirsóknarverðara til búsetu sem síðan mun skapa í rauninni störf, að því ég man að þegar við vorum að byrja og þá voru allir einhvern veginn í hálfgerðu taugaáfalli yfir í stöðunni. Þar hafði 2 árum áður, þá fann ég að árið 2016 í janúar þá stofnaður aðgerðarhópur framtíðar rekstur Akureyrarbæjar. Þetta einmitt 2 árum fyrir þetta 7 ára tímabil sem að Ásthildur fór svo vel yfir, þannig að það hefur líka greinilega verið farið af stað þarna, því að við vorum að sjá fram á ósjálfbæran rekstur sem að greinilega fleiri höfðu langt skeið verið að velta fyrir sér, og kannski má rekja söguna jafnvel aftur allt til hrunsins ef út í það farið, að voru teknar ýmsar ákvarðanir í hruninu sem kannski má síðan, og það náttúrulega voðalega auðvelt að horfa í baksinnispeilin og horfa á hvernig hlutirnir gerast og eiga að gerast og allt það, en í rauninni svona tilfinningi mín í heildarsamhenginu að það sé að einhverju leyti megi segja við erum að ná einhverju mikilvægu skrefi eftir hrun öllum þessum árum síðar. En eins og bæjarstjóri fór svo vel yfir þá gerist það einmitt ekki sjálfkrafa, og það ekki bara, það skiptir auðvitað miklu máli að það sé einhver pólitísk samstaða heildarrekstur, en það skiptir náttúrulega alveg gríðarlega miklu máli að hafa góða stjórnendur, bæði góðan bæjarstjóra sem að mér þykir allavega að hafa staðið sig ákaflega vel í sínum störfum og ekki síður starfsfólk fjársýslusviðs,
og sérstaklega þegar kemur við reksturinn sjálfan því að það þarf að vera leið til þess að skapa vilja til þess að vera innan ákveðins rekstrarramma og skilning líka kannski bæði okkar og annara í öllu samfélaginu og af hverju það skiptir máli. Vegna þess að það er hagur samfélagsins, ekki til þess að skila einhverjum bullandi afgangi til þess að ekki gera neitt sérstakt annað en að búa til gott samfélag sem er eftirsóknarvert, samkeppnishæft og hefur tækifæri til þess að vaksa og blómstra. Þannig ég fyrst og fremst og svona stóru niðurstaðan eru þetta og ég hafði áhyggjur af þessu og hef lýst í oft yfir, ég hafði áhyggjur af þessu og við höfum öll gert það á einhverju tíðanpunkti og að við yrðum að ná eitthvað sjálfbærni í rekstri og halda áfram. En ég held einmitt að það skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur núna, að það getur verið auðvelt ef maður situr og horfir á Akureyrarbær skilar þessari jákvæðri niðurstöðu, að horfa á þannig að segja, já, hvað hefur við þá að gera við allan pening? Nú skulum við fara og gera, en við erum að gera alveg brjálaðislega mikið. Það er mikil uppbygging, ekki síst í íþróttamannvirkjum, sem að geta skipt máli við að laða að fólk og auka lífsgæði, en þetta eru mikla framkvæmdir. Við höfum eftir að sjá kannski hvernig reksturinn mun síðan á endanum farin. Við höfum auðvitað líka og ekkit óeðlilegt að við stöldrum aðeins við það að við höfum ekki lækka fasteignaskattsprósentuna á íbúa atvinnulíf sem að meðan við þróunina á síðustu árum á fasteignamarkaði hefur á minnsta kosti og við heyrum það held í öll að fólk hnippir aðeins í okkur og spyr, fer ekkert að koma tími á að reksturinn þar að segja að það sé að þeir geti líka hort til annarra hluta heldur en í rauninni auka gjöld á okkur. Auðvitað er þetta ekkert svona einfalt, það er búið að vera að gera líka fullt hér innan hús og síðan gæta að því að okkar starfsfólk þarf að líða vel og það þarf að vera hægt að gera hlutina. Þannig að þetta er nú ekki eitthvað svona einföld svarthvít mynd, en þetta væri svona eitt af því sem að væri allavega mjög áhugavert að mínu viti að við myndum rýna sérstaklega vel hvort að við gætum skoðað einhverja prósentulækkun þegar kemur að fasteignaskatti á fyrirtæki og húsnæði. En já, þannig að þetta er svona stóra myndin sem blasir við. Hitt er síðan allt þetta sem við getum síðan rætt hægri vinstri. Við höfum rætt eru hlutir sem setja á hakanum, eigum við að setja svo og svo mikið í viðhald. Það eru svona nokkrar til dæmis framkvæmdir og viðhaldsmál sem við höfum haft áhyggjur af. Bara þakið á Ráðhúsinu sem við stöndum í eða framkvæmdir við Lundarsel Pálmholt leikskólan eða þak á síðuskóla og einhverju svona hlutir sem að kannski er ekkit rosalega spennandi eða tala nú ekki að byggja við Ráðhúsið og sleppa því að vera að gera leigusamning í Glerárgötu í þennan tíma með tilheyrandi kostnað og svo framvegis. Þetta getum við haldið áfram að togast og og pæla í en ég tek bara undir orð bæjarstjóra að ég er í þessi 7 ár sem ég hef verið, ég er náttúrulega ofboðslega mikill lærdómur. En stóra myndin er að ég held að gagnvart bæjarbúum getum við nú alveg verið með hökuna uppi og fyrst og fremst vil ég setja síðan þakkir líka eins og ég segi til starfsfólks og starfsfólks ekki bara æðstu stjórnenda sem þó auðvitað gegna lykilatriði. Sviðsstjórar, bæjarstjóri, fjársýslusviðið heldur líka annara. En það eru auðvitað eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi, það eru blikur á lofti og það getur alltaf, og það gerist alltaf eitthvað. Eiginlega það eina sem við getum treyst á að hlutirnir munu breytast. það er ekkert verður alltaf eins. Þannig að við þurfum að halda áfram að vera vakandi og byggja von á það góða samfélag sem við höfum og gera það bara enn betra og enn skemmtilegra. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsinu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Elna Eysteinsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja að þakka bæjarstjóra Ásthildi fyrir góða yfirferð á ársreikningi. En annars eini tilgangur minn að koma hér upp er bara að fagna flottri útkomu á reikningnum og í leiðinni vil ég þakka Ásthildi og okkar frábæra stjórnendum og öðru starfsfólki bæjarins fyrir vel unnin störf og fyrir gott samstarf á liðinu ári. Takk. Bæjarfulltrúi Hilda Elna Eysteinsdóttir loki málsinu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðri bæjarfulltrúar.
Ég ætla að fá að taka undir orð Bæjarfjörður hérna og fá að hrósa bæjarstjóra fyrir mjög góð viðferð og hrósinni bara sérstaklega fyrir fjárhagsáætlunina fyrir þetta ár. Einnig vil ég hrósa öllu starfsfólki, sviðsstjórum og bara öllum starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir gott ár og bara gefa ykkur dæmi gott samstarf til dæmis með leikskólastjóra og grunnskólastjóra sem að hafa rekið sína skóla með mikilli prýði eins og sést í reikningnum. Ég ætla einnig að hrósa bæjarstjórn fyrir góða og gagnlega gagnrýni sem gríðarlega mikilvægt, má verður að taka gagnrýni vel og má þekki það nú úr íþróttunum að það má færa alltaf gagnrýni og má hlusta á hana og taka mark á henni og síðan fara eftir í því sem til að vera sanngjarnt. Ársreikningurinn okkar kemur vel út, má afar stoltur á honum, eins og bæjarstjóri nefndi þá eru nokkrir hlutir í honum sem að skýra hann svolítið vel eins og með lífeyrisskuldbindingarnar sem að komi vel út og munum vonandi gera á næsta ári líka. En í heildina reksturinn ef maður skoðar yfir árin gríðarlega breyting ef við tökum bara 10 ára ferli og þá sérstaklega ég að horfa mest á veltufé frá rekstri sem fyrir 10 árin síðan var 2,3 milljarðar tæpir og orðnir núna 5,7 sem upphæðin sem að við getum gert eitthvað fyrir til að tala fyrir en almenna Akureyring. Það eru bestu fréttir í ársreikningnum finnst mér. Síðan eru margir hlutir eins og bæjarfulltrúi Gunnar talum og bæjarfulltrúi Hilda Jana, langt síðan ruglast þessu nafni. Auðvitað þetta benda og það mun alltaf eitthvað komið fyrir. Það alltaf eitthvað í gangi í heiminum sem við ráðum ekki við, en á þessu ári þá var margt sem að gerðist sem að við getum verið stolt af. Við erum búin að berjast ekki bara við, heldur öll sveitafélög á landinu með að leiðrétta jöfnunarsjóðinn varðandi málefni fatlaðra og ég held að hann sé verða komin á nokkuð gott ról núna og við séum komin hátt í 90% af því sem við erum búin að biðja síðastliðin 10 ár. Við getum verið einnig stolt af því að afslættir, tekjutengdir afslættir til dæmis að leikskólagjöldum eru búin að aukast tæplega 20-25 milljónir, vistunargjöld, tekjur hafa lækkað 55 milljónir sem hafa beint til að farið í barnafjölskyldu hér í bæ. Einnig ég afar ánægður með þá vinnu að við fórum í vinnuhóp fjármálastefnu sem búin að vera að tala hér síðastliðin 5 ár og bæði minni og meiri hluti búin að stofna vinnuhóp sem að við munum koma fram sem við veita meira aðhald og meiri rammi fyrir næstu árin. Og þetta svona vinnuskjal fyrir bæjarstjórnir næstu ára og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt í allri vinnu. Einnig má nefna það að aðalsjóður í plús í fyrsta skipti frá árinu 2013, því ber að fagna og aðalsjóður má líta og reyna að hafa alltaf í plús og björtustu menn hér miklir pólitíkursar höfðu ekki trú á því að þetta myndi gerast í ár. En það afar jákvæðar fréttir. En aðalmáli og ég ætla að taka enn og aftur undir orð bæjarfulltrúa Gunnars, má verður vera á tánum, það getur allt gerst, við getum fagnað þessum ársreikning, en það verður að halda áfram að vinna vinnunni sína. Því það alltaf eitthvað sem getur komið upp á og það þarf að fylgjast vel með öllu hér svo bæjarfulltrúar fái góða þjónustu, grunnþjónustu og við skulum vera stolt af þessum ársending og höldum áfram að vinna fyrir okkar bæ. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason loki máli sínu, orðið laust, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég tek undir með félögum mínum hér í bæjarstjórn að þetta góð niðurstaða. Og jákvætt að verðbólga og vextir hafa farið hraða niður á árinu 2024 en forsendur sveitarfélagsins gerðu ráð fyrir, bæði fyrir okkar rekstur en ekki síst bara fyrir íbúan okkar og heimilin að þetta sé að fara hraða niður. Það sem mér finnst kannski skipta mestu máli hér og eitthvað sem við í Framsókn höfum gagnrýnt á síðustu árum að þrátt fyrir að tekjur sveitarfélagsins hafi aukist mjög mikið á síðustu árum og ofta langt umfram áætlanir, þá hafa rekstragjöld aukist umfram tekjur.
Í fyrsta sinn á þessu kjörtímabili eru tekjurnar að aukast umfram rekstragjöld í A-hluta og því ber að fagna. Mér langar að taka undir orð bæjarstjóra að ytri aðstæður geta haft mikið að segja og að reksturinn sé viðkvæmur. Þessi niðurstaða kemur í raun á mjög góðum tíma því það eru blikur á lofti, bæði innanlands og utan. Ef heimsfaraldur, stríð og jarðhræringar væri ekki nóg, þá bætist við svo óvissa að við erum með ólíkindatól í stóli forseta Bandaríkjanna sem ógnar fjármálakerfum heimsbyggðarinnar með tollastríði sem mun hafa áhrif á alla heimsbyggðina og sömulegis okkur líka og okkar fyrirtæki. Eins hef við miklar áhyggjur af málum innanlands og þá ekki síst á landsbyggðunum þar sem við reiðum okkur á matvælaframleiðslu. Þá ekki síst við Akureyrarbæ. Ný ríkisstjórn ætlar sér að bregða fæti fyrir hagræðingu afurðastöðva og helmingshækkun veiðigjalda á einu bretti án greininga áhrif á sveitarfélög og atvinnulífi þeim er áhyggjuefni. Við skulum ekki gleyma því að þó að hlutfall útvarstekna Akureyrarbæjar sem kemur úr sjávarútvegi og fiskvinnslu sé ekki eins hátt og hjá mörgum öðrum minni sjávarútvegssveitarfélögum að við þjónustum þessi sveitarfélög og að þeim vegni vel skiptir okkur gríðarlegu máli. Við erum jú eitt atvinnu- og þjónustusvæði. Á Akureyri má einnig finna þau fjölmörgu afleiddu störf matvælaiðnaðarins sem tengjast tækni og iðnaði, sem bæði verða til á Akureyri og svo í þjónustu á svæðinu. Við í Framsókn tala fyrir því að við eigum að leggja meiri áherslu á umræðu atvinnumál og við eigum að láta þessi mál okkur skipta í allri umræðu. Án öflugs atvinnulífs eigum við okkur lítils. Við viljum veita framúrskarandi þjónustu og sinna okkur lögbundnu verkefnum vel, vera eftirsóknarverður bær til búsetu og alvöru mótvægi við höfuðborgarsvæðið. Þá er tryggur rekstur sem þessi grundvallaratriði og að við berjumst þess á ljón fyrir hagsmunum okkar svæðis. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Sunna Lín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar, þar sem ég á mér engan framtíð hér og er ekki í neinu flokki, að þá get ég svo sem sagt hvað sem er. Og ég verð að segja það að þegar ég hlusta hér á, stjórnarandstöðuna, að þá verður mér orða fátt. Því að ég er hjartanlega sammála því sem þar hefur komið fram, að við eigum að reyna að draga úr, ef nokkur kostur er, útgjöldum bæjarbúa. En hvernig ætlum við að fara að því? Það er talað hér lækkun fasteignagjöldin. Þetta þótt mér gríðarlega sniðug hugmynd. Við erum hvað 0,3 eitthvað af fasteignamati megum fær við 0,5 eitthvað. Og ég bara sagði, nei heyrðu, krakkar, þetta þýðir ekki sko. Við erum að hækka þetta upp í 0,5 eitthvað. Því að 15-20% íbúða hér eiga sér ekki lögheimilis íbúða, sem þýðir að þetta eru einu tekjurnar sem við höfum að þessum íbúðareigendum, það eru fasteignagjöldin. En við erum ekki hækkað upp í 0,5 eitthvað, það er svo helviti mikið. Þannig að þá náttúrulega velti ég fyrir mér og hafa fleiri gert, sko við hækkum upp í 0,5 og lækkum útsvarið. Nei, hvað kemur þá? Og þessu verði þið að svara sem eruð að tala að lækka og hækka á víxl. Þá kemur það á móti að við erum með 140 milljón króna fátækraframlag vegna þess að tekjur í bænum eru ekki það háar að það ná ekki einhverju viðmiði. Þannig að jöfnunarsjóður lætur okkur af 140 milljónir og ef við ekki innheimtum útsvarið að fullu, að þá falla þessar 140 milljónir niður. Þannig að við erum að fá einhvern reiknishæfa mann til að færa mann til að reikna út hvað við gerum þetta og gerum hitt og hvað gerist þá. Þannig að það þýðir ekki alltaf að tala að við ætlum að lækka fasteignaprósentuna vegna þessarar staðreyndar að aðrar tekjur höfum við ekki af 15-20% íbúðareigenda hér á Akureyri. Viljum við kannski lækka sorpfyrirgjöldin? Það væri helviti flott. Þau hækkuðu hjá mér meir en helming. Og
og líklega miklu meira hjá þeim sem búa hér í einbýlum, hækkuð og öll einbýli verulega mikið á rað en stóð í staðið að lækkuð eftir á blokkir. Það væri mjög sniðugt að lækka það. En megum við það? Nei, þá með svara, við megum það ekki. Það er nefnilega búið að reikna það út að það kostar þetta mikið að hirða sorpið og samkvæmt lögum að þá verðum við að hirða, þá verðum við að innheimta gjöld sem standa undir sorphirðunni. Þannig að við megum ekki lækka þar. Þannig að hvar ætlum við að lækka? Hvernig ætlum við að koma til móts við bæjarbúa að lækka álögur á þess að tapa á því, ja, til dæmis 140 milljónum frá í nóvember. Þannig að ég bara, af því að ég er svo heimskur þegar kemur að tölum, að það þarf að koma með tilstæðina og mata mig á þessum tillögum. Það þýðir ekki að koma hér upp eins og 2 hæstvirtir bæjarfulltrúar hafa gert og nú er ég ekki komin í stjórn meirihluta. Ég vísa bara til þess sem ég sagði upphafi. Það þýðir ekki að koma svona upp og tala svona í hálfkvennum vísum að gera þetta eftir vill, gera hitt eftir vill. Þetta er svona gátur, hvernig á maður að ráði í þetta. Það er að koma með eitthvað alveg hart staðreyndir sem hægt er að tala og ræðum og rökræðum. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason, lokið máli sínu, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Finnur Aðalbjörnsson. Virðulegi forseti bæjarstjórnar og aðrir bæjarfulltrúar, ég er nú að koma hérna í fyrsta skipti. Þannig ég ætla nú að þakka Ásthildi fyrir frábæru yfirferð á reikningnum. Ég ætla nú bara að segja að þetta er nú bara frábært að heyra. Og það gleður mig að sjá hvað hefur tekist vel til á síðasta kjörtíma, ekki kannski kjörtímabili en síðasta ári allavega. Og ég ætla nú bara ekki að segja neitt meira, ég bara, þið standið ykkur rosalega vel. Ég ætla nú að koma hérna upp. Það er bæjarfulltrúi Finnur Aðalbjörnsson, lokið máli sínu, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson. Já, takk fyrir það, forseti bæjarstjórnar og ágæti bæjarfulltrúar. Og mikil eldræða hjá félag okkar bæjarfulltrúa Jóni Hjaltarsyni. Mér fannst ég verða aðeins að svara því, þó við séum kannski við tökumst betur á það þegar við í áætlunarvinnu, en ég ætla samt að svara því. Við náttúrulega, það er ekkert langt síðan við lækkuðum þessa prósentu í fasteignagjöldunum punkt eða 2 eða hvað það nú var, 2 punktar og ég náttúrulega, ég hef nú ekki hrósað meirihlutanum, þetta var þá eftir fyrri umræðu og kom hann ákall frá okkur í minnihluta að skoða þetta og meirihlutin brást við. Þannig að þetta er sannarlega hægt en eins og bæjarfulltrúi Jón Hjaltason segir réttilega að það vissulega talna glöggara fólk heldur nokkur tvo alveg öruglega til þess að finna það út fyrir okkur, en þetta er hægt og þetta og það er kannski það sem ég kem alltaf upp og minn okkur á að það sem ég vil sjá er að við tökum alltaf umræðuna líkum álögunar. Að það sé ekki sjálfsagt að það bara haldist óbreytt, heldur að við tökum alltaf umræðuna. Svo er kannski niðurstaðan svo að við getum ekki lækka álögur og þá er það þannig, en við megum aldrei vera bara í einhverjum bara sjálfakandi Teslubifreið. Við erum að taka ákvarðanir. En takk fyrir það. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson, lokið máli sínu, næst tekið til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir góða kynningu og öðrum fyrir góða og gagnlega umræðu. Niðurstaðan af rekstri bæjarins á síðasta ári er góð og mjög góð og ég vil þakka bæjarstjóra fyrir þann árangur og öllum starfsmönnum bæjarins sömuleiðis fyrir góð störf og góðan árangur. Það er áhugavert að við skulum vera að skila góðum rekstri þrátt fyrir mikinn metnað á mörgum sviðum.
bara rifja upp fyrir okkur sjálf og aðra. Við erum til dæmis með ókeypis strætó sem einsdæmi á Íslandi. Við erum að reka skíðasvæðið í Hlíðarfjalli og stöndum eina því, 20.000 manns. Og það í samkeppni við skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins sem að með yfir 200.000 manns standa að. Við erum að starfrækja hérna yfir 300 félagslegar íbúðir fyrir þá sem að minna mega sín og eru í einhvers konar vandræðum eða krökkum jafnvel. Við erum að bjóða hérna upp á 30+ íþróttagreinar og þannig mætti áfram lengi telja. Svo í fjárfestingunum höfum við líka verið að ná töluverðum árangri, til dæmis með endurbyggingu 2 grunnskóla nánast frá A til Ö núna á þessum 7 árum sem að bæjarstjóri vitnaði til. Við erum búin að byggja nýjan og glæsilegan leikskóla á Klöppum, við erum búin að fjárfesta í íþróttamannvirkjum víða, til dæmis við Nökkva, skautahöllina, Káasvæði, Þórssvæði, golfvöll, bara svo nokkuð sé nefnt. En mér langaði að benda á og nefna að það eru 2 stóri þættir í afkomu bæjarins á síðasta ári sem eru hagnaður Norðurorku það byrja 800 milljónir og hafnasamlagsins 600 milljónir. Við ykkur að fyrirgefa þetta var skrifað eftir minni. Þessir póstar eru hins vegar ólíkir í eðli sínu. Hagnaður hafnasamlagsins að miklu leyti til komin vegna heimsókna erlendra farþegaskipa. Það sem sagt hagnaður komin úr vösum utanaðkomandi aðila. Og þær tekjur eru fallvaltar eins og COVID sýndi okkur. Hagnaður Norðurorku hins vegar komin til vegna viðskipta við okkur sjálf, það að segja einstaklinga og fyrirtækja á starfsvæði félagsins við Eyjafjörð. Og það alveg eðlilegt að Norðurorka sýni góða afkomu, reksturinn þarf að vera traustur til að geta mætt áföllum og til að geta fjárfest og byggt upp og styrkt veitukerfin til framtíðar. En í þessari víðu umræðu gjaldtöku og skattamál í bæjarfélaginu þá eðlilegt að horfa ekki bara á fasteignagjöld og önnur beingjöld og gjaldskrár, heldur einnig til dæmis gjaldskrár Norðurorku. Nú sorpbyrðugjöldin, ég tek heils hugar undir með bæjarfulltrúa Jóni að við erum virkilega svekkt yfir að hafa þurft að gera þá breytingu sem að lög í landinu knúðu okkur til að fara úr okkar einfalda og góða og skilvirka kerfi yfir í annað miklu dýrara. En við réðum ekki við það. Að lokum bara, stóra myndin jákvæð, rekstur Akureyrarbæjar stendur vel og það verður spennandi verkefni að móta framtíðina fyrir okkur hér innan bæjarstjórnar og með samtali við alla bæjarbúa. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson, loki mál sem ég ætla að biðja varaforsetum að taka í stjórnina og gefa mér orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla líkt á aðrir að þakka bæjarstjóra Ásthildi Sturludóttur fyrir góða yfirferð á ársreikningunum og ánægjuleg niðurstaða. Við erum öll sammála það og ég held að þegar við veltum fyrir okkur hvernig komust við hingað og nú erum við einhvern veginn loksins komin í jafnvægi, eitthvað sem við settum okkur sem markmið fyrir akkurat einmitt 7 árum síðan og fórum í mikla vinnu við að finna út úr. Þá bara allt það sem hefur komið hérna fram, bæjarfulltrúi Andri Teitsson fór ágætlega í það sem við höfum verið að gera vel og í hvað peningarnir okkar að fara. En það líka alveg stór þáttur að við skilum rekstur hjúkrunarheimilina sem að var hérna 500 milljóna biti á hverju ári fyrir okkur í rekstri. Þar áður, að því að ég var nú í bæjarstjórn hérna 2010, að þá vorum við að glíma við heilsugæsluna sömuleiðis og þessi verkefni sem við tekið tókum að okkur fyrir ríkið og voru vanfjármögnuð að þeirra hálfu sem við og þessi rekstur stóð fyrir. Þannig að núna á löngum tíma með alls konar aðgerðum og ég ætla að segja ekki hvað síst samhentri bæjarstjórn, þó við séum ekki alltaf sammála og við séum meiri og minni hluti, að þá erum við held ég öll sammála megin markmið, hvaða leiðir á síðan að fara og hvaða á að lækka að hækka. Það er eitthvað sem við tökumst á og einmitt eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á, þurfum alltaf að vera að ræða. Við megum aldrei gleyma því að núna erum við loksins, erum við einhvern veginn að þetta er bara staða sem við höfum ekkert verið í áður. Það er að segja að aðalsjóður sé í plús. Jú, þarna gerist 2013 en það var vegna þess að við söldum fyrirtækin okkar góða Norðurorku fráveitina eða færðum hana yfir. Og þetta er auðvitað pínuleikur að tölum og ytri aðstæður hafa mikið að segja og við þurfum að hafa borð fyrir báru og allt slíkt.
En ég held að það sé alveg tilefni fyrir okkur núna, akkurat þegar við erum komin á þennan stað, þrátt fyrir alla þessa óvissu sem í heiminum og mögulega ytra aðstæður geta verið allavega, að þá ættum við að skoða einmitt rekstrar umhverfi fyrirtækja, bara hvernig skatturinn eða gjöld að koma við fjölskyldur og svo framvegis, hvort að við getum, það getur vel verið að leiði til þess að, nei, við getum ekkert gert að sinni, en förum yfir það og endilega skoðum hvort við erum í færi núna til þess virkilega, því að þetta einmitt, eins og bæjarfulltrúi Jón bent á, að ef við gerum þetta þá töpum við þessi staði og það alltaf þannig. Við erum, ef við hnikum til einhverju gjaldskrá, ef við lækkum leikskólagjöld, þá kostnaðurinn okkar meiri. En við erum á móti að koma til móts við barnafjölskyldur og kannski þær fjölskyldur sem hafa minnst á milli handana. Þannig að við verðum auðvitað svona pína vega og meta hvað verður til góðs fyrir okkar samfélag til lengri tíma litið. Þannig ég held að ég bara hlakka til þess samtals áfram. Ég vil enn og aftur þakka bara bæjarstjóra, stjórnendum og öllu starfsfólki sem og bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf á árinu. Þakkum bæjarfulltrúi Höllu Björk. Takk fyrir það, næst tekti málsbæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka bara umræðuna, var kannski tvennt sem ég vildi bæta við, reyndar svona eitt sem svona fun fact, það væri gaman að ná einhvern tímann samantekt á því hversu oft ársreikningur sýnir betri niðurstöðu heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir. Vegna þess að ég held að það sé búið að vera fyrirsögnin hjá okkur næstu alltaf síðan að ég byrjaði allavega og ég sé þegar ég googla smá að þá það nú svona yfirleitt trendið, en það hins vegar ég bara ágætlega sammála þessari varfærnu áætlanagerð, þó ég hafi sveifla stundu fram og tilbaka hvort hún sé helst til varfærin og hvort við séum alltaf svo mikið að halda í okkur að við getum aldrei gert neitt að því við ætlum að vera svo passasum, en ég svona, kannski ég að verða eldri og rólegri en að mér líður ágætlega með það að hafa þetta svona, það þægilegra í sama hvaða bókhaldið þú ferði í að gera áætlanina svolítið svona varfærnar því það þá gleðilegra að fá betri niðurstöðu heldur en áætlanir gerður ráð fyrir heldur en hitt. Hitt svo annað, ég ætla nú ekki að, ég get nú bóðunum Jóni Hjaltarsinni bæjarfulltrúa í kaffitíminn, ég held ég að ég rætti þetta svo oft, ég ætlaði nú ekki að fara þetta upp til þess að útskýra í löngu máli þar sem ég átti við með fasteignaskattinum, en enda held ég að þau bæði bæjarfulltrúi Gunnar og bæjarfulltrúi Halla Björk hafi svona ágætlega nefnt það. En auðvitað þetta kannski eins og bæjarfulltrúi Jón nefndi réttilega, það þessi háa prósenta íbúa sem eiga fasteignir á Akureyri og nýta auðvitað innviði og þjónustu sem fjármögnuð af útsvarsgreiðendum og með fasteignaskatti sem að greiða aðeins í þann sjóð. Hins vegar líka spurningi hve mikið nóg þegar maður horfir að minnsta kosti á krónutöluna, en auðvitað hefur bæði fjölgað íbúðum og það ekki hægt að segja þetta alveg svona einfalt, en þegar við sjáum samt að tekjur Akureyrarbæjar vegna fasteignaskatta einn og sér að verða frá árinu 2020 nærri milljarði meira eða allavega 896 milljónum held ég alveg örugglega meira en hann var fyrir 4 árum, þá ekkit óeðlilegt að svona staldra þess við og segja þú veist, núna hann 0,31, hann var 0,33, við lækkuðum hann örugglega á síðasta kjörtímabilið í tvígang vegna þess að þó að prósentutalan sé með einhverjum hætti ef að fasteignaverðið ríkur upp á einhverjum ákveðnum svæðum þá gerir krónutalan það að því að sko fólk borgar ekki prósentur, það borgar peninga og í svona stóra samtalinu til dæmis verðbólgu og þáttöku hins opinbera þá auðvitað ættum við ekki verið leiðandi því. Hitt svo annað að við erum líka með fasteignaskatt af fyrirtækjum sem að við sannarlega viljum vera samkeppnisfær og kannski gæti niðurstaðan eftir einhverju greiningu því eins og bæjarfulltrúi Jóna hluta til nefndi réttilega þá þurfa bæði menn og konur að fara yfir þetta mál betur til þess að reikna þetta út. En ákallið mitt snýst eiginlega það. Við þurfum að greina þetta aðeins, við þurfum að sjá hvað getum við gert, hvernig getum við gert það, hvað valkosti höfum við, hvernig kemur það við ólíka hópa, en það má ekki vera á sjálfstýringu að þetta sé svo þægilegt að koma reikning Akureyrarbæjar í gott horf með því einu og sér að sækja þær tekjur til bæjarbúa vegna þess að hluta af gæðunum auðvitað snýst það að greiða ekki of mikið sem hefur áhrif á samkeppnishæfni hvort sem það tengist búsetu eða fyrirtækjarekstri. Þannig að ég var ekki með tillögu
og þar vegna þess að það vantar svolítið gögnin, það vantar svolítið yfirleguna, hvort og hvernig. Gæti þetta farið niður 1 punkt? Skiptir það einhverju máli? Er það bara tákgrænt? Hvernig er það í samhengi við þróun á íbúðarhúsnæði? Hvað hefur raunverulega fasteignaskatturinn hækkað í krónutölum í prósentum en ekki bara prósentan per se? Þannig að það er nú svona þessi ábending sem að mér finnst alveg vel þess virði að við ræðum og fáum jafnvel helst einhverja samantekt á hvort og þá hvernig við getum hort til þess. En það hefur eins og bæjarfulltrúi Jón nefndi réttilega, þá hefur það sína kost og galla og ég vildi bæta líka viðvarðandi sorphirðugjöldin sem kom mér að minnsta kosti svolítið á óvart, er að það er náttúrulega verið að horfa til þessara breytinga sem hafa í sumum tilfellum verið ansi ríflegar hækkanir, ekki síst á einbýli og raðhúsa íbúður og slíkt. En það er nú kannski síðan hægt að ræða það sanngirni innan gæsalappa í því að miðað við kostnaðinn af sorphirðunni þá hefur það í rauninni verið þannig að það er tiltölulega mikið ódýrara að safna sorpi frá til dæmis blokk heldur en að fara í mörg hús. Þannig að í rauninni má segja að kannski fjölbýlishús hafi verið að niðurgreiða fyrir einbýlishús sorphirðugjaldi hinga til sem mögulega mætti kannski skoða leiðrétt og sé kannski ekki hræðilegt og það enn ef við myndum skoða raunkostnað þá í rauninni hallar enn á fjölbýlishús við sorphirðuna. En hins vegar eru þetta hluta til bara lög sem að við höfum kannski lítla aðra möguleika á en að fylgja. En svona þessu leiti þá held ég að þetta skiptir máli að hafa þetta í huga. Fyrir utan þessa valkosti að fólk geti tekið sér saman og kannski eigum við aðeins eftir að aðlagast kerfinu að því leiti að fólk getur tekið sér saman milli jafnvel einhverja íbúða og hins vegar finnst mér mjög sérstakt að því að heyrði nú í einum sem er svona flokkunarmeistari og myndi örugglega rústa okkur öllum í flokkun að sko það væri til dæmis ekki hægt að bara afþakka tunnurna með öllu og segja bara heyrðu ég vil fá bara ekkert, ég ætla bara að nýta grandastöðar og spara mér algjörlega aurin og ég mun bara flokka allt og jarðgera sjálfur og allt þetta. Þannig að svona því leiti finnst mér lögin svona alveg hægt að ræða þau. En það eru margar hliðir á þessu og við erum vonandi eftir að taka meira samtal fasteignaskatta í bæjarráði og vonandi vinna með gögn, tölur og sviðsmyndir þannig að það sé auðveldar að leggja þá fram tillögu eða fylgja því eftir með einhverjum hætti fyrir hag íbúa og fyrirtækja. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í loki máls sínu, næst tekið máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar er bara rétt að því að bæjarfulltrúi Hilda Jana var að nefna fasteignagjöldin og þessa hækkun á innheimtunni sem að er tilkomin náttúrulega því að við erum með einhverja prósentu í okkar reglum og álagningu sem að leggst svo á fasteignamatið og það hefur snarhækkað og í einhverju tilvikum 20% milli ára á tiltekna íbúða flokka og ég er reyndar verið að viðurkenna að ég man ekki alveg hvort að bæjarfulltrúi nefndi 50% í ræðunni sinni núna eða hvort það var bara fyrir fundin í óframlegu tali. Já, en örugglega ekki fjær í lagi. En ég bara sló inn að ganni á vef Hagstofunnar verðlagshækkun frá miðju ári 20 yfir á mitt ár 24 og komir aðeins á óvart að það eru 31,1%. Þannig að það er strax búið að naga töluvert að þessum 50% og svo eins og bæjarfulltrúin nefndi að þá kemur líka til fjölgun fólks og fjölgun íbúða og aukningu örugglega á atvinnuhúsnæði líka þannig að ef að það nemur kannski 5% bara gisk á þessu 4 ára tímabili þá erum við að tala kannski 14-15% má segja raun álagningu í einhverjum skilningi raunaukningu í álagningu á per fermetra af húsnæði svona holt og bolt á raunvirði og hvort að það er síðan mikið að lítið og má þetta bara ræða og sjálfsagt mál. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu og orðið er laust. Næst tekið máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar. Ég til með að benda okkur bæjarfulltrúum á nýjasta mælaborðið á byggðastofnun.is sem að mögulega allir eru búin að skoða. Það er afar skemmtilegt að eiga kvöldstund 2-3 tíma að skoða
þá síðu út af því að það er komnar alveg ótrúlega miklar upplýsingar þá sérstaklega fasteignagjöld, fasteignaskatta, sorpurugjöld, vaskgjöld og frávitgjöld og lögðarleigu. Þannig að við munum að sjálfsögðu skoða þetta mjög gaumgæfilega og ég byrjaði að skoða þessu síðu mjög vel, þetta er uppáhalds síða mín og ég mæli með að skoða bara hækkunna síðastliðin ár. Það er hérna viðmiðunarregla hjá öllum sveitarfélögum. Þar erum við með öllum pakkanum svona í meðaltalinu en bara í fasteignaskatti þá erum við sum hverfi hér í bæ aðeins yfir. Þannig að þetta er eitthvað sem þurfum að skoða og við munum gera það í fjárhagsáætlunarvinninni, þannig að ég bara fagna þessar umræðu, hún er mjög góð. Hefur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, orðið er laust. Næst til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar örstutt. Nú ætla ég að hugsa þetta eins og skákmaðurinn, ekkert að íhuga hvað andstæðingurinn getur mögulega gert, þetta bara mínileikir. Það er draumaheimurinn svo að hækka tekjur íbúana, jöfnunarsjóðs framlagið fellur niður, við hækkum fasteignagjöldin í topp og lækkum úrsvari á móti. Takk. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason lokið máli sínu, orðið er laust. Þessi fleira ekki hvað til hljóðs þá segir þessari umræðu ársreikningin lokið og þeir sem geta samþykkt að vísa honum til bæjar og síðan bæjarstjórnar. Ég merki það öll.